Duty Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Jú, komið sæl, gott fólk, það við Game TV bræður sem heilsum ykkur en eins og flesti vita, þá ný Star Wars mynd að fara að detta inn núna, bara rétt fyrir jól, The Force Awakens og við ætlum að kíkja svona yfir topp 10 lista yfir bestu Star Wars leiki sem að hafa komið út og hver betur til þess fallin heldur Ólafur Þór Jóelsson, engin. Ég var náttúrulega bara á lífi þegar fyrsta Star Wars myndi kom út, þannig að þú náttúrulega varst ekki eins og hugmynd. Það svona, hver kom fyrsta Star Wars myndin út? Ég maður ekki, 78 eitthvað í kringu það, 77, 78 eitthvað en þetta var hana, ég var sprellegandi þá í góðum feeling og það ekki bara mynd að koma, það líka að koma þessari viku Star Wars Battlefront eiginlega þriðji Battlefront leikurinn. Ertu að meina þetta? Já, ég að meina þetta en við ætlum að renna yfir svona 10 bestu leikina og þú veist, það ótrúlega mikið Star Wars leikin sem hafa komið út en ég ákvað að fara ekki sko game rankings. Þeir raða upp leikjum eftir hvað þeir fengið mikið að dómum í meðaltali, dóma. Þeir safna saman öllum dómum sem þeir finna á internet. Þannig að, en það náttúrulega, þið getur verið sammála og ósammála, endilega látið bara heyra í ykkur á Facebook hana hjá okkur varðandi það. En þetta listin sem kemur fyrir, hvernig gagnrýnendur dæmdu þessa leiki. Og við ætlum að byrja á 10. sætinu Sverrir. 10. sæti, þetta top 10 Star Wars leikir, bestu Star Wars leikir. 10. sæti þá leikur sem heitir Star Wars Jedi Starfighter. Og þetta einn af mörgum Star Wars leikjum sem voru svona ert á einhvernum gameflugum að þvælast heiminn og geiminn og ert að skjóta niður. Og þetta var ágætis leikur, hann kom út árið 2002 og var gefinn út svipað leiti á Star Wars Episode 2 myndin Attack of the Clones, hún kom í kvikmyndahús 2002 og þetta skotleikur og gameskipum var ágætis leikur. Hann var að fá 81% að meðaltali dóma sem nú bara alveg sæmilegt, þú veist, ég gef hana það. Nú í 9. sæti, þá nú leikurinn sem byrjaði Battlefront seríuna, sjálfur Star Wars Battlefront 1. Hann kom út árið 2004 og útgáfa hans hélst í hendur við útgáfa Star Wars myndar á DFD. Já, auðvitað. Það var að koma út á DFD þarna árið 2004. Það var náttúrulega mikill viðburður, ég manni því þegar það kom datinn. Þannig að þeir gáðu hann út á sama tíma og þarna voru, gátum leikmenn valið úr 4 mismunandi svona herjum og hver her hafði svona hero karakter, svona svipað eins og í nýja Battlefront leiknum. Og þar voru til þess Count Dooku, Mace Windu, Luke Skywalker og Svarthöfði sjálfur. Voru hero karakter. Í þessu leik, svakar. Hver af þeim 4 væri þinn uppáhalds? Ég held að væri Luke Skywalker sko. Ég held mjög mikið upp á Luke Skywalker. Ég heldur með Luke Skywalker? Það var bara þannig, þú veist, ég var svona ljósarður eins og Mark Hamill og ég gæti verið í svona ódýrum náttfötum og sveifla svona plastsverði þegar ég var yngri. Það var reyndar ekki eins og svona plastsverð, það voru held ég eldúsrúllur saman einhvern veginn límdar. Þannig var nú mín æska sko, leggur og skel og eldúsrúllur. Já, það bara þannig. En allavega, þessi leikur kom út á PlayStation 2 og Xbox og PC. Heyrðu, þá komið að 8. sætinu og þar leikur sem að ég man verulega vel eftir enda og þarna kemur aldurinn, þarna vinnur hann mér get ég talið hann til tekna í þessu tilviki því að það leikurinn Star Wars X-Wing Alliance og hann kom held ég út 1999 og Takk fyrir heldur ég get ekki hafa spilað hann því að þarna varst þú bara ekki starf á Hótel Valaskjálf bara með allt óðrétt niður þig og nýbúin að kaupa með tölvu pantaði með tölvu hérna að sunnan og B-tíma segðu okkur það frá X-Wing Alliance Ég maður ekki þetta nákvæmlega Ég var í Need for Speed og maður þetta Einmitt, nákvæmlega En ég var þarna úti í heimingin og þarna gæti maður flogið á allskins vélum Þetta var mjög magnað Maður gæti held ég maður gæti verið á fálkanum hana sem alltaf mjög gott Þannig að fálkin Star Wars X-Wing Alliance það kom að X-Wing vs. TIE Fighter og fleiri leikir hérna í kring og þetta voru góða leikir 99 Good times og þetta var bara PC Þetta var PC Let it good time Hérna á 7. sæti þá Star Wars Battlefront 2 greinlega betri en Battlefront 1 sem nú ekkert alltaf raunin en hann kom út þarna
held ég bara árið seinna, 2005, hinn kom 2004, þannig að þeir hafa verið svolítið harðir í að gefa út Battlefront-leikina þarna og svo kemur náttúrulega 10 ár bara fram að Battlefront 3 sem var að koma núna. En hann var gerður á Pandemic Studios, þeir gerði hérna Destroy All Humans-leikina og Mercenaries-leikina og voru svona sæmilega heitt stúdíu á þessu tíma. Þeir gerðu þessa Battlefront-leiki og þetta var heldur gott, þú getur gast verið að stýra alls hérna faratækjum og það kom söguþráður hérna inn sem var ekki fyrir Battlefront-leiknum af því þetta meira svona multiplayer-leiki. Þannig að, já, hann kom hann út og í 7. sæti. Nú í 7. sæti þá kemur fyrsti role-playing-leikurinn. Star Wars. Það Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords sem kom út á PC og Xbox. Menn voru hrifnir af því? Já, það var gott sko. Þetta var svona leikur, hann gerður að hérna Obsidian fyrirtækinu og þetta svona hlutverkaleikur. Kom út 2004 og þarna, ég held að geri sko 4000 árum á undan fyrstu Star Wars myndinni. Þannig að hann svona smá prequel á myndina. En þannig maður bara að byggja upp sinn karakter og fælast í þessu Star Wars umhverfi. Nú í 5. sæti Star Wars Starfighter. Líkt og leikurinn í hérna 10. sæti, þá var þetta svona líka að ertu á einhvern svona flaugum og þessu sem að virka mjög vel. Ég hef reyndar aldrei haft mjög gaman á svona einhvern svímandi út í geimnum á einhvern flugum. Ekki? Nei, en það er ágætt sko. Allt í lagi. Ég meina hann fékk 86% og bara... Það er slatti. Já, það er bara mjög fínt sko. Nú í 4. sæti þá var Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast og þetta var fyrst og 3. persónu skotleikur. Ég man eftir þessum leikum. Það var rosaleg Jedi Outcast. Já, fyrst og 3. persónu skotleikur. Þetta var draumur á sínum tíma. Maður var alltaf búinn að dreyma svona fyrstu persónu skotleik í Star Wars heiminum og þarna datt það inn. Þetta, sko, leikurinn kom út árið 2002 og svo árið setna kom út framhaldafan sem hét Jedi Knight Academy. Þannig að þetta var góðu tímar, ég man vel þessu. Nú í 3. sæti leikur sem var ansi góður líka, svolítið sérstakur. Það Lego Star Wars 2. Já. Og þarna heitir hann The Original Trilogy, þannig að þetta var Lego Star Wars 2 þá tókuður gömlu myndirnar fyrir og höfðu þarna í einu leik. Það var náttúrulega alltaf mjög gaman. Episode 4, 5 og 6. Já. Og Lego-leikirnir eru náttúrulega mjög góður. Sérstaklega Star Wars, þar byrjaði þetta allt þetta Lego-ævintýri. Þannig að það er bara í 3. sæti. Og hann fékk 86% meðaltal. Nú, sveitar. Það er nálgast 9. Já, bara mjög nálægt. Nú í öðru sæti Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2, hann kom út á GameCube. Já, þetta var svona Nintendo, allir bara, ég er Nintendo, ég er eins ekki spilað. Ég bara, já, það verður heima þér. Já, þetta var svona montleikur fyrir Nintendo GameCube. Einn af mörgum GameCube. GameCube var rosalega sterk tölva. Já, ég átti hann ekki, þannig að ég var mjög svektur að geta ekki spilað hann leik. Já, þetta er 3 ár. Já, hann var mjög flottur þessi leikur, gríðarlega flottur. Kom út árið 2002 og já, þetta var svolítið svona... Það var GameCube að þakka að við séum saman í GameTV í kallum minn. Já, það er alveg rétt. Það er alveg rétt. Þú gafst með 7 GameCube leiki. Já, ég er vinalegur við þig. Já, það er bara þannig. En ertu til í 1. sæti? Já, ég er spenntur. 1. sæti, besti Star Wars leikur allra tíma að mati gagnrýnenda. Það er leikur Star Wars Knights of the Old Republic. Fyrsti Knights of the Old Republic leikurinn. Það er sem sagt BioWare leikur. BioWare er náttúrulega snillingar að kemur á hlutverkaleikjum og sögu og karakterum og svona dóti. Og þannig býrðu til þinn eigin karakter og dettur í svakalegt svona role-playing ævintýri. Og ég verð eiginlega að taka undir þetta, fáránlega góður leikur og þeir sem vilja kynna sér, það kom hann út í 2013 fyrir iPhone og iPad og 2014 fyrir Android græður. Þannig að ef þið viljið rifja upp kynnin við Knights of the Old Republic þá hvetjum við ykkur til þess. Á símanum bara? Já, bara á símanum. En það eru ýmsir leikir sem komist ekki að listan því að það er búið að gera endalaust að Star Wars leikjum en það voru þarna nokkrir sem þóttu sérstaklega slæmir og 2 af þeim fjöllum við Yoda. Það er eitt sem heitir Star Wars Yoda Stories, já, plotið með Yoda, maður Þetta er þetta fáralega góð. Pælt í því. Þú getur hent eftir honum og Chewbacca eða ekki? Já, hvað með það? Fáralega góð. Þetta er geðið, aftur. Pælt í því. Hvað með aftur? Ég get það ekki. Ef ég leik Yoda, sem þetta var mjög gott. Þetta var ömurlegt. Hefur þið heyrt einhvern veginn hvernig Yoda er? Já. Finnst þetta líkt einhverjum öðrum karakter? Einhver annari brúðu? Örgulega, ég bara kenni ekki Hæja! Hvað? Ó, Miss Piggy. Já, það er þetta fárlega gott. Þú veist það hverju? Nei, já. Sami gaur sér talsæti fyrir það. Já, vel gert. Þetta fengum við. Þennan gullmóla fengum við ókipis í búið Sverrir Bergman. Þú þekktir hana? Já, takktu Chewie aftur. Þetta var rót. Þetta var rót. Hérna það hana. Hann kom í hérna leiksið Star Wars Yoda Stories. Öllum sama, PC og Game Boy Advance. Þetta var ömurleg. Þú veist, Yoda að segja sögur, hann getur ekki talað eins og. Nú allavega, svo kom hann líka í Star Wars The Yoda Chronicles sem var svona Lego-leikur. Hann var ömurlegur líka, þótti. Nú svo eru komin hérna Star Wars Chess
Það bara skákleik með Star Wars köllum, alveg skelfileg hugmynd. Þeir komu líka fram, Star Wars strákarnir í einhverjum leikjum eða eitthvað svona slagsmálleikjum, sverðaleikjum. Jó, hann hérna einmitt líka. Soul Calibur eða eitthvað svona, nei hvað var það? Jó, það komu inn í Soul Calibur, en svo kom sér bardaleikur sem kom aðeins inn á hérna eftir. Nú, svo kom þetta Angry Birds Star Wars, hann fekk mjög lélega dóma. En það var líka að koma inn þegar Angry Birds var bara að vera hægt að vera vinsælt og svo það Star Wars The Clone Wars Republic Heroes, það var svona actionleikur sem kom á PlayStation sem að þótti ekki góður. Nú svo eru 3 furðulegi Star Wars leikir sem ég ætla að setja í furðulega flokkin. Það í fyrsta lagi leikurinn Star Wars Super Bombad Racing sem bara svona kartleikur þar sem allir með stóran haus, bara Darth Maul bara með risastóran haus okkur svona faratækjum. Það var skelfilega slæm hugmynd. Og svo er það Masters of Terraskasi sem er slagsmálleikur. Var bara eins og svona Mortal Kombat eða eitthvað og voru bara að berjast, bara svartuðu með sverðið og einhverjum mótunum, svo voru bara að berjast. Það er ekki gott það? Nei, það var skelfileg stöf. Og svo er alltaf leikurinn sem bara smánaði Star Wars heiminn. Það er leikurinn Star Wars Kinect sem kom á Xbox, þar sem við tókum meðal hans YMCA í dansútgáfu og eins og við sjáum hér Stormtrooper að dansa undir YMCA. Þetta er eitthvað mestu viðbjóð sem ég séð. Og þeir eru bara að taka, sérðu, þetta er ekki falleg spór. Og manstu þið voru líka með þetta Solo, Han Solo, Han Solo. Það er í þessum leik líka. Þeir kunna að eyðileggja. Ég held að bragðið í munni George Lucas sé ennþá vont eftir að hann samþykkti þetta. Þetta er ógeðslegast sem ég séð. En ég hef séð góðan dans með Darth Vader. Já, maður sjá. Eigum við að enda þess að klippa á að sína hann? Já, tökum hann. Endum við, þetta var semst top 10 bestu Star Wars leikirnir, lélegustu leikirnir og furðulegustu leikirnir og við endum þetta eins og við segjum á fallegu dansatriði frá Sverrir Bergman. Nei, ekki frá mér. Nei, bara svona sem hún fannst. En taktu tjú einu svona. Ó, hvað þetta er gott maður. Þú voru bara að á hverju fer ekki eftirhjólkeppnina hjá Loga? Ég kannski gera það. Já, þú tekur þennan, ekki? Nei, ekki séns. Tekur á Nei, hvað er það? Hæja! Já, en sjáum dansinn. Can't touch this. Lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð.